Það er búin að kynna fyrsta hópiðin bara í fyrsta leik. Hvernig var þetta verkefni að velja hann fyrst hóp? Var þetta eitthvað öðru sem þú hélst eða svoleiðis? Já, það var töluvert erfiðara í fyrsta lagi. Það var mikið magna leikmönnum. Það var mikil skilningur frá mér núna loksins til þeirra þjálfara sem hefðu tekið þátt í þessu árum áður að velja hópina, því að þú færi alls konar skoðanir og ég var meðal þeirra sem var að gagnrýna hinn á þessa okkur var þessi ekki í hóp og okkur hinn ekki í hópnum, og þannig að ég hafði mikla samúð með þeim þegar ég fór í gegnum þennan prósess að velja þennan hóp. Á endanum tel ég þetta að vera mjög sterkan hóp, mjög góðan hóp, mjög sterkir og öflugir leikmenn sem margir hverjir, ekki allir, eru á mjög góðum stað núna okkur þessa stundina. Fyrir kannski bara í hópinn sjálfan að næga taka Aron Einar komin inn í þetta. Hann hefur ekki fara að spila meira með félagsliðið sínu þessu tímabili, en var aldrei í vafa að velja hann samt sem áður. Jú, þetta náttúrulega bara snerist held ég, í hans tilviki að vera fitt. Er hann búinn að spila nógu mikið leikjum? Nei, að sjálfsög ekki, en hann er búinn að spila sterka leiki á móti sterkum andstæðingum og litið bara mjög vel út. Hann er búinn að æfa mjög vel núna í 2-3 mánuði og mér fannst bara gríðarlega mikilvægt að hann kæmi inn í þennan hóp sem þessi sterki leiðtogi sem hann er, og við held í góðu jafnvægi innan hópsins. Hvernig var hann framhaldi og honum við þeirra? Því að Óge Hræti tók það ekki mál að velja ef hann yrði með Þór í lengjudeildinni sem dæmi. Ert þú sömu skoðunar? Óge, það kemur því. Ég var sammála á þessum tímapunkti sem hann sagði þetta, klárlega en svo kannski í þessari stöðu og kannski ég hef alltaf aldrei verið með honum í hóp áður. Hann kom að 1-2 æfingar í Víkin, hann fikk svona fyrst að kynnast hversu öflugur karakter hann er og hversu mikið hann gefur af sér. Svo kynnist ég honum betur í þessu hóp og þannig að alls konar þætti sem það er að vega og meta og maður getur svarað svona spurningum almennilega, en í fullkomna heimi verður hann bara áfram úti og spila þar og góðu leveli, þannig að við séum alltaf að fá topp Aron Einar til móts við hvaða hóp sem er. Jó Berg ekki með út af smávægilegum meiðslum eins og framkom, mikið áfall að missa hann? Já, það er, ef þú ætlar að vera í þessu starfi sem að þjálfari, hvort sem er landslið eða félagslið, þá eru bara óhjákvæmilega bara meiðsli, hverjum einasta glugga, hverjum einasta leik, 3-5 leikmenn sem þú vildir hafa sem eru meiddir, og þá er bara tækifæri fyrir aðra að stíga inn og sýna sitt valjú. Þetta er ekkert flóknara það, og ég hugsa alltaf að þetta er bara mjög leiðilegt fyrir leikmenn að sjálfa. Ég veit að hann er mjög sár yfir þessu, en jafnframt staður hann í að vera með í næsta hóp. Komst inn áðan á fundinum að Orri Steinn nýr landsliðs fyrirliði, kemur kannski einhverjum á óvart, það sem náttúrulega gamla bandið eins og köllum og ennþá svona viðlögðu hópin, en hvernig kemur til að þú tekur þessu ákvörðun? Mér fannst bara, ég hafði mikla og sterkar skoðun á því að nýr leiðtogi kemur frá þessum hóp, þessum ungu leikmönnum. Mér finnst þeir vera tilbúnir og ég held þeir hafi vilja að fá rödd og þeir vilja sýna fram á að þeir eru ekki bara töffara á blaði, heldur líka í orði og líka í aksjóni, og eftir mín samtöl við Orra þá er hann fyrstulega gríðarlega stoltur og gríðarlega ánægður og hann er bara tilbúinn í það, ekkert flóknara það. Hafandi sagt það, þá ætla sér til mikils af eldri leikmönnum liðsins að þeir sætti sig við þessi ákvörðun og gera sér grein fyrir sig að þeir eru ennþá leiðtogir í þessu liði þrátt fyrir beri ekki armbandið. Já, talandi um það, menn sætti sig við þetta, voru einhverjir ósóttir? Ég held að innst inni það er ekkert gaman að tilkynna leikmennum sem eru búin að fyrirliða í 200 ár og konum með yfir 100 landsleiki kannski að þeir ekki lengi fyrirliðar, en eins og sagði við alla sem ég tilkynni slæma fréttir, þeir megi verið í fílu í einhverja 5 sekúndur og svo var bara áfram gakk og þeir sýndu þroska og skilning, og Aron var í þessari sömu stöðu fyrir 10-15 árum síðan þegar hann fekk þetta kefli á svipum aldrei, þannig að ég held að hann hafi sýnt hvað mesta skilning á þessu. Gylfi Þór ekki með, kom það ekki til greina þessum tímamóti að velja hann? Jú, á tímamóti kom það, en svo ferðu alltaf að vega með þetta pros and cons og því miður þá er þetta blessa undirbúrstímabil í Íslandi, það er ekki ideal til að spila landsleiki á háu leveli, og hann er örugglega ekki sammála meir í því, en í þetta skipti þá taldi ég að best að hann fengi tækifæri til að koma sér ennþá betra stand
og vera svo klár ef að kalli kemur í júniverkefni. Hefur átt samtöl við hann og svona veistu hvort að hann hafi gert sér vonir að vera í þessum hóp? Ég átti samtal við hann fyrir mánuði 6 vikur síðan. Klárlega Gylfi bara þannig gerður að ef hann kalli kemur að Barcelona þá myndi hann vera tilbúinn. Hann bara þannig alinn upp og hefur bullandi sjálfströð á sínum eigin hæfileikum og réttlætanlega svo en það alltaf þjálfarinn sem ræður og bara því miður þá ekki pláss fyrir hann í þessum hóp. Hvernig leggst því að stilla upp byrjunarliði? Ég meina menn á góðum stað víða og standa sér vel. Það hefur sérstaklega verið talað stöðuna fram á. Eru hausverkur að finna fyrstu 11? Já, mér finnst það að vera mjög spennandi og sterkur hópur og ég held einhvern veginn ef allir horfa á hópinn að þá sjá þið strax svona ákveðið identity. Við erum með mikið af teknískum leikmönnum og mikið af ungum strákum, þannig að það gefur augaleið. Við viljum fá mikla orku í okkar varnarleik og fara þá leik kannski sem að mótinn fótbolti að fara núna okkur þessa stundina sem mikil dýnamík og direkt en jafnframt að reyna að halda í okkar góðu gildi sem að hafa náð góðum árangur hingað til fyrir okkur. Þannig að ég blir líka spenntur eftir að gera mönnum grein fyrir að það ætlast til þess að þeir kunni fleiri en eina stöðu og við getum nýtt á í fleiri en eina stöðu. Þannig að þetta verður krefjandi, við fáum nokkra daga og ég reyna að kynna þeim fyrir nýjan leikstíl en þannig ég gerir mikla kröfur á þá og þannig að ég hef bullandi trú að þeir munu standast þar kröfur. Heldurðu munu sjá svona nokkuð breytt yfirbragð á liðinu heldur en Já. Í þessum leikjum? Já, það engin spurning sko. Hvort að það tekst í fyrstu 2 leikjunum ég held að vonandi að við sjáum eitthvað identity sem að fleitur okkur áfram og svo sjáum við batamerkjur á því í júniverkefnunum og ég ætla ekki að segja við sjáum fullkomna útgáfu því í haust en við verðum meira tilbúin en verðum við núna til að spila. Þetta verður nýr fótbolti og nýjar áherslur og nýjar breytur en jafnvel spennandi. Hvernig leggist annars leikinn dríða múti Kosovo? Það gera bara mjög vel. Ég var einmitt að segja núna mér er frábært að þetta séu mótsleiki sem skipta máli versus að fá æfingarleiki og Kosovo hefur sýnt við henni ekki gefin, þetta léttleikandi þjóð með sterkan þjálfara, reynslumikið þjálfara. Þannig að ég er spenntur og þetta er alveg landsleikir, þetta skiptir máli en að samanskapi, ég er að segja núna í ansi 10. skipti, ég leitast eftir frammistöðuna, ég leitast eftir einhverju ljósa glætu þannig að við getum hort fram á veginn og tekið það með okkur inn í skotaleikinn og norðurleikin og svo áfram inn í haustið. Þegar ég held á þessum tímapunkti að vinna einhverja heppni sigur og fá ekki neitt út úr því, það er mér hugnast það illa. Nákvæmlega. Hefur ekki sýnt sig samt þessi þjóðadeild, hún hefur gefið okkur umspilsleiki og allt það er ekki tölvöld betur í B-deild en C-deild? Jú, það maður var að kíkja á þetta það er að mínum mati bilið kannski frá 70 til 100 sætin er kannski ekki alveg það mikill getumun en svo ertu komin í C-deildina þá ertu alveg að fara niður 130-140 og þrátt fyrir að þetta sé allt erfið leikir þá er það einhvern veginn finnst mér á okkar level síðan í B-deildinu við fáum mest út úr því og við fáum alltaf topp útileiki, erfið útileiki samanber leikinu við Tyrki og við fáum alltaf heimaleiki sem við eigum að geta unni og þess og þar og bara lið sem að gera það verkum að við getum tekið einhverjum framförum. Þannig að mér hugnast það mjög illa að fara niður í C-deildina. Takk hérlega.